Já, góðan daginn og velkomin á þessa kynningu á uppgjöri fyrsta ársluta hjá Hampiðinni. Ég heiti Hjörtur Erlendsson og forstjóri og hjá mér situr Emil Viðar Eyþórsson, fjármálastjóri. Við ætlum að byrja á því að fara yfir helstu atriði starfseminu á tímabilinu og förum við í nokkra flokka og fyrst skoðum við reksturinn. En sala á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, samanborið við sama ársfjórðung síðasta árs, var 17,4% hærri. EBITDA ársfjórðungsins var 12,2% með 10,6% á sama tímabili í fyrra. Fjármagnskostnaður var hins vegar hærri á fjórðungnum og það ásamt miklum gengismun dregur niður hagnaðinn. Í fyrra var gengishagnaðinn sem nam 0,8 milljónum evra, en í ár gengistap upp á 1 milljón evra sem á að mestu rekja til veikinga dollarsins gagnvart norskri krónu 7% fram til loka mars. Hagnaður á ársfjórðungnum nam rúmlega 2,8 milljónum evra, samanborið 2,7 milljónir á sama tímabili í fyrra. Og hérna sjáum við skiptingu sölu Hampiðisamstæðunar á lönd á síðasta ári 2024 og þarna sjáum við okkar stærsta markaðsland Noregur með 30% af sölunni, síðan kemur Ísland með 12%, Færeyjar 8%, Grænland 7%, Bandaríkin 6%, Kanada 5% og Danmörk 4% og einnig Írland. Og þarna sneið sem efst sem sýnir 11% og í þeirri sneið eru 49 lönd. Þannig að til samans þá vorum við að selja til 65 landa á síðasta ári. Og hérna sjáum við vöruflokka skiptinguna á síðasta ári. Að veiðarfæri var stærsti hlutinn 56%. Fiskeldi kom þar á eftir með 29%, útsjáariðnaður 5%. Útsjáariðnaður er íslenska orðið fyrir offshore og annað var 10% og í öðru eru ýmsar vörur eins og til dæmis sportsnet. Ef við skoðum hvað var að gerast á veiðarfæramörkuðum á þessum fyrsta ársfjórðungi, að þá var á nokkrum svæðum varð samdráttur í sölu á veiðarfærum, en sá samdráttur var að fullu veginn upp að söluaukningu á öðrum mörkuðum. Í Bandaríkjunum þá dróst sala saman í byrjun ársins og sá samdráttur aðallega tilkominn vegna rekstrarerfiðleika fiskvinnslufyrirtækja Alaska sem keppa við innfluttan alaskaufsa sem Rússar veiða, unnin í Kína og seldur á lágum verðum inn á Ameríkumarkað. Á Írlandi virðast áhrif Brexit enn að vera að koma fram, aðallega í uppsjávarveiðum en einnig í botnfiskveiðum, en á móti því kemur aukning í sölu á Skotlandi. Í Noregi þá gætir töluverð áhrifa frá minnkun þorskkvótans í Barentshafi, en þar minnkar kvótinn 25% á milli ára. Á Grænlandi litar léleg rekstrarafkoma einstaka stærri útgerða en innkaup á veiðarfærum. En hér sýnir sig kostur þess að starfa á mörgum markaðssvæðum því dreifingin jafnar sveiflur og þótt veiðarfærasala minnki á einhverjum mörkuðum, það vega önnur landsvæði það upp. Og það eins og sagði í byrjun að þá þegar allt lagt saman þá var aukning í sölu á veiðarfærum þótt að það gengi svona síður á sömum mörkuðum. Ef við kíkjum næst á fiskeldismarkaðina, að þá hefur sala til fiskeldis verið virkilega góð í byrjun ársins og verkefnastaðan sterk. Í byrjun síðasta árs var staðan þveröfug, lítið pantanir og verkefnalistarnir voru stuttir. Samningar hafa náðst stór verkefni í Miðausturlöndum til viðbótar við hefðbundna sölu til fiskeldisfyrirtækja á Norður-Atlantshafi og við erum að byggja upp sterka markaðsstöðu á því svæði.
Afkastageta í Evrópu í fiskeldiskvíum, hún hefur verið fullnýtt í byrjun ársins og framleiðslan fullbókuð fram á haustið. Mikið af fiskeldiskvíum úr stífu HDPE, sem stendur verið High Density Polyethylene, sem svipað efni og notað í trollnet. En það þarf allt að vinna í höndum. Það hefur verið framleitt hjá Kohinoor á Indlandi undanfarna mánuði. Og til viðbótar við netaveistaði Kohinoor í Jalna, sem 5.476 fermetrar á stærð. Þá leigðum við 7.000 fermetra í nýrri byggingu sem stendur við hlið núverandi netaveistaðis og til þess að geta sinnt öllum pöntunum. Ef við skoðum hvað höfum verið að gera í fyrirtækjakaupum, þá hefur það komið áður fram. Keyptum fyrirtækið Fisk, norska fyrirtækið Fisk, sem framleiðir lúsapils. Það kom inn samstæðu uppgjör frá byrjun september á síðasta ári og það fellur vel af starfsemi Hampiðunnar á fiskeldismörkuðum. Samlegð vegna stærra sölunets og betra aðgengi að mörkuðum fyrir fisk hefur skilað sér með áþreifanlegum hætti í byrjun ársins og salan hefur verið yfir væntingum. Aðeins að sýna ykkur hvað þetta snýst um. Hérna á þessari glæru þá sjáum við aðstöðu Fisk efst til hægri. Þessi bygging á stað sem heitir Valsneset, sem 2 tíma akstur norðvestur af Trondheim í Noregi. Og þarna á myndinni neðst til vinstri þá sést aðeins inn í starfsemina. Þarna verið að mæla niður dúk og sauma saman. En á skematísku teikningunni neðst til hægri, þar sést fiskeldiskví og þarna blá lína hér efst. Hún sýnir sjávaryfirborðið og þarna hlutin sem stendur upp á kvinni. Þarna sem sagt fuglanet sem strengt yfir til þess að koma fyrir að fugl sé að stinga sig niður og kroppa í bakið á laxinum. Hér flotringurinn sem heldur kvinni á floti. Þessi flotringir í gjarnan dag 160 að ummáli, 200 metra að ummáli. Það orðið svona algeng stærð í dag. Síðan sjáum við hér netið sjálft sem heldur fiskinum inni. Og netinu haldið opnu með plastring sem með stálvír innan í og þenur sem sagt út netið og strekkir það niður á við. Og það sem Fisk að gera, það að framleiða lúsapils. Hæðin hér frá flotringnum og niður gjarnan svona 15, 20, 25, jafnvel upp í 30 metra. En lúsin sem sækir í laxina, hún gjarnan í yfirborðinu, fyrstu metrum sjávarins. Og hún klekst, og lúsin verpir eggjum og þau klekjast út. Lirfurnar fljóta og bíða eftir því að komast í tæri við lax. Og lúsapilsin til þess að hindra að hún komist inn í kvinna. Og lúsapilsin úr segli sem alveg þétt og lúsin kemst þá ekki þar í gegn og á þennan hátt hægt að halda laxinu meira lúsafríum. Og þetta virkar líka gegn marglyttu sem hefur verið skæð sérstaklega í Noregi. Og í Noregi þá hefur líka verið töluvert af þörungablóma sem getur farið inn í kvíarnar og þá hjálpa líka lúsapilsin. Nóg lúsapils. Við skrifum undir samninga kaup á 75,1% hlut í fyrirtækinu Kohinoor á Indlandi núna í byrjun febrúar og við gengum síðan endanlega frá samningum og greiddum inn á í miðjan apríl. Og þetta félag Kohinoor það kemur inn í samstæðuuppgjöri frá því byrjun febrúar í ár.
Og reksturinn þessa fyrstu mánuði hefur gengið mjög vel og framhaldið lofar góðu. Á þessari glæru þá sjáum við landakort af Indlandi og við sjáum hér er þarna Mumbai sem að kallast áður Bombay og starfsstöðvar okkar eru hér í héraðinu Maharashtra og ef við kíkjum hér yfir á myndina til hægri til þess að átta okkur betur á starfðunum þá sjáum við hér Mumbai og starfsstöðvarnar eru fyrir austan. Aðalstarfsstöðin er í Selú, þar eru 2 verksmiðjur, upprunalega verksmiðjan sem er minni og síðan nýja verksmiðjan. Þið sjáu hér niðri til vinstri. Þetta er upprunalega verksmiðjan sem er enn starfrækt, hún var byggð 1984. 16.000 fermetrar á landi sem er 20.283 fermetrar. Og síðan sjáum við hér nýju verksmiðjuna sem er miklu stærri aðeins fyrir utan bæinn. Það eru byggingarnar 35.000 fermetrar og landið er sjálft 51.411 fermetrar. Og síðan eru hér með netavestæði í Jalna sem ég myndist á áðan, 5.476 fermetrar á 12.103 fermetra landi. Og verksmiðjarnir eru sem sagt hér í Selú og Jalna er hér 2 tíma akstur frá Selú í borg sem eða bæ sem heitir Jalna og þaðan er klukktíma akstur til Aurangabad. Og við höfum fest okkur land hér fyrir rétt fyrir austan Aurangabad. En áður en ég skoða það, sýna ykkur það betur, þá ætla ég að sýna ykkur hér kynningamyndband Kohinoor. Kohinoor ropes, nets and cordages. In the vast landscape of innovation and unwavering commitment, one name stands out: Kohinoor ropes. Since its establishment in 1984, this company has been at the forefront of weaving a legacy and reliability in manufacturing the finest nets and ropes. Over the past 4 decades, fair practice from pin to pinnacle is at the core of Kohinoor ropes. Step inside the grandeur of Kohinoor ropes, a manufacturing powerhouse with 3 state-of-the-art facilities spread across Indian state of Maharashtra. We generate and consume solar power, sustainable approach to energy needs. Kohinoor ropes is a trusted name in providing solutions across the industries such as fishing and aquaculture, sports, shipping and mooring, yachting and leisure marine, industrial applications, safety nets and mountaineering. We specialize in providing sustainable solutions for ropes and netting applications. Our ropes have various certifications from international certifying bodies. Our range of aquaculture HDPE nets is designed to provide a safe and secure environment for fish to grow and thrive. Our aquaculture nets are dual-purpose nets, perfect for both farming and predator control, boasting exceptional cut resistance, knot stability, and enhanced firmness. At our state-of-the-art net loft facility, we excel in creating tailored manufacturing solutions to precisely meet the diverse demands of aquaculture and troll netting applications. HDPE range of fish netting are diligently designed to make fishing easier, makes it most preferred choice for the troll netting, gill netting, and bird netting applications. Kohinoor is a one-stop solution provider for customized netting solutions in baseball, cricket, soccer, hockey, tennis, ski, and safety netting. Our climbing and safety ropes range offers both
dynamic and static ropes used in adventure sports and cleaning of high-rise. Accredited and certified by UIAA and CE, meets international standards. As an ISO 9001-2015 certified company, we have a complete transparent operation where our today competes with our yesterdays, so we become better version of ourselves every single day, and we remain true to our motto of trend-setting performance. As our netting and rope solutions traverse the globe, we celebrate a global network bound by strength, resilience, and enduring relationships. Kohinoor ropes, nets, and cordages. Nú, næst þá förum við yfir útsjávarmarkaðinn og þá fyrir utan veiðar og fiskeldi þá sala á overtóum, köðlum og lyftistrófum úr plastofurefnum til útsjávarinnar, mikilvægur og vaxandi hluti af starfsemi handbyggðunnar. Í fyrra nam sala til útsjávarinnar 5% af veltu samstæðunnar, sem nam 16 milljónum evra, samsvarandi 2,3 milljörðum króna. Og til að gefa betri hugmyndum hvað við erum að fást við, þá sýni ég mynd af tógi sem við erum að splæsa. Þetta tóg sem 186 mm í þvermál, hefur slitthol upp á rúmlega 2400 tonn og við erum að framleiða mikið af svona stroffum fyrir alls konar þungalyftur, setja upp vindmyllur og setja tæki niður á hafsbotninn til þess að vinna olíu og málma og fleira. Í vor þá hafa orðið tímamót á þessu sviði því að við höfum í samstarfi við hollenska fyrirtæki Dutch Heavy Lift sett upp slitbekk sem 104 metra langur og hann getur álagsprófað með 2000 tonna átaki. Og hérna sjáum við slitbekkin, hann í uppsetningu, það búið að setja hann upp kannski 1/3 af bekknum. Og hann það stór, hann utandyra, verður 104 metra langur og í þonum erum við að álagsprófa stroffur eins og við sáum mennina vera að splæsa áðan. Nú, næststærsti slitbekkur fyrir svona tóg og stroffur í Evrópu 1400 tonn og lengdin á honum bara 26 metrar. Þannig að nú höfum við í Litáen stærsta slitbekkin og með mestu lengdinni. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar verið að framleiða stroffur. Því að það þarf að stilla þær af í lengdum. Og við byrjum á því að splæsa aðeins stroffuna, setjum hann síðan í slitbekkin og forstrekkjum og síðan eftir að frágangi stroffuna lokið þá hægt að álagsprófa hana aftur, votta hana og senda síðan beint til viðtakanda. Áður þá þurftum við að flytja stroffuna fram og tilbaka til Hollands með tilheyrandi tímatapi og kostnaði fyrir utan að álagsprófin á stroffum með 26 metra lengd, hún var eiginlega tæpast möguleg. Nú, fyrsta stóra verkefninu að ljúka í þessari viku, en það framleiðsla á 24 óðurstroffum og söluverðmætið 1 milljón evra og við eigum von á fleiri stórum verkefnum í kjölfarið. Nú, varðandi hagræðingu, þá mikið að gerast hjá okkur í handbyggðunum þessa mánuðina og árin og ætla að fara hér yfir nokkur atriði sem að því snúa. En fléttivélar og framleiðsla á overtói í verksmiðju Mørenholt í Hildre í Noregi voru flutt til overtóadeildar handbyggðan Baltic í vor og uppsetningu þeirra að mestu lokið. Hagræðingi felst í lægri vinnulaunum og að nýta betur vélakostinn sem hefur verið í Noregi, en þær vélar hafa ekki verið nýttar að fullu. Starfsstöðin í Hildre verður lokað í haust, en þar hafa starfað 13 starfsmenn, en 3 af þeim færast á aðrar starfsstöðvar Mørenholt í Sövik.
Fyrstu skrefin hafa verið tekin í flutningi véla og framleiðslu frá Litáen til Kohinoor á Indlandi. 2 fyrstu kalvélarnar fyrir snúna kala sem staðsettar hafa verið í Hampiðan Baltic í Litáen hafa verið sendar af stað til Indlands og fyrsta sending af saumavélum fer af stað innan skamms. Og síðan vinnum við markvisst að tilfærslu innkaupa, snúinna og fléttara kala frá utankomandi birgjum til Kohinoor. Í Danmörku hjá félaginu Mørenot Denmark hefur starfsfólki verið fækkað úr 12 í 5 og í lok árs fækkar enn frekar og eftir verða 2 starfandi sölustjórar sem sinna sölu á alþjóðamörkuðum. Starfsemin sem hefur verið í Danmörku á vegum Mørenot verður framvegis í Noregi en þar til staðar aðstaða og starfsmenn sem geta sinnt því sem áður var gert í Danmörku og einungis þarf að bæta við 3 starfsmenn og lagar í Sjövík norður af Álasundi. Í Póllandi þá undirbúningur hafinn að lokum framleiðslufyrirtækisins Poldan en þar starfa núna 48 manns. Þar hefur verið unnið að framleiðslu fiskeldiskvía og sportneta ásamt áfellingu neta á flot og blító fyrir danskar útgerðir sem gera út minni báta á netaveiðar. Og verið að ljúka samningum starfslok 45 starfsmanna og fyrir að fyrirtækið verið lokað í lok ágúst. Hluti af framleiðsluvélum Poldan hefur fluttur til Hampiðan Baltic í Litáen og það sem eftir verður fært á milli í sumar. Og með þessu þá fækkar starfsgildum í Evrópu 60 í þessum hagræðingaraðgerðum og ef tölurnar á þessar síður laða saman þá gefur að hærri tölu en það bætast að sjálfsögðu við starfsmenn í Litáen þegar við flytjum framleiðslu frá Noregi þangað. Uppbygging og þá kem ég aftur að Kohinoor að við erum að byrja upp á Indlandi enn frekar og við erum búin að tryggja okkur og greiða inn á 12 hektara land sem samsvarar 120.000 fermetrum á iðnaðarsvæðinu Árik fyrir Kohinoor og það svæði aðeins fyrir austanborgina Aurangabad og sem ég sýndi á kortinu áðan og á þessu landi þá getum við byggt að minnsta kosti 65.000 fermetra. Nú unnið að skipulagningu á svæðinu en í ár fyrir að byggja 24.000 fermetra verksmiðjubyggingu ásamt skrifstofum og aðstöðu fyrir starfsmenn. Þessi bygging mun taka við framleiðslu á netaðistæði Kohinoor í Jalna en það eins og ég sagði áður starfsemi á 5.476 fermetrum í eigin húsnæði sem við komum þá til með að selja og síðan í 7.000 fermetra húsnæði sem við höfum leigt til skemmri tíma. Og hérna kemur glæran sem sýnir iðnaðarsvæði sem við erum að fara inn á og það sem svæði sem við höfum fengið úthlutað er á þessum reit hér, 120.000 fermetrar og á þessu svæði er byrjað að byggja töluvert upp, það langt frá því fullbyggt en allir innviðir eru komnir, eru til staðar og þetta er gert á afskaplega vandaðan og góðan hátt. Og hérna sjáum við aðalveginn sem liggur í gegnum þetta iðnaðarsvæði sem heitir Árik. Þarna sjáum við að vegurinn er breiður, það eru 3 akreinar í hvora átt en síðan á hliðarsvæðunum eins og til dæmis í kringum landi okkar þá eru 2 akreinar í 4 átt og við alla vegina þar eru stokkar þar sem er búið að setja lagnir fyrir regnvatn. Við getum reynt að sjálfsögðu mjög mikið hérna á stuttum tíma. Síðan neysluvatn, vatn sem er sent til endurvinnslu í vatnsreynslustöðvar sem inn á svæðinu. Náttúrulega skolplagnir og annað slíkt.
Síðan liggja með fram öllu landinu sem sagt háspennukaplar. Þannig að við getum tengt okkur við þessa háspennukapla og haft eigin spennustöð sem sagt inn á okkar landi. Og síðan eru hér aðrir innviðir eins og internet og annað slíkt. Þannig að þetta er allt innan seilingar, stokki bara í kantinum á landinu okkar. Og hérna sjáum við yfirlitsmynd af Áreik. Þessi mynd er tekin í austurátt og hérna sjáum við sem sagt veginn sem eru 6 akreina til samans. Landi sem að við höfum fengið úthlutað er hér ofarlega til hægri. Hér má sjá lág fjöll eða hæðir og bak við þessa hæð er hraðbrautin sem að liggur til Mumbai. Og það verið að klára hana og þegar hún verður komin í gagnið þá verður 3,5 tíma akstur með vörubílum þangað suðvestur eftir. Nú, fleiri verkefni eru í uppbyggingu á inni Skye við vestanvert Skotland. Þar erum við að byggja upp þjónustustöð fyrir fiskeldi. Þetta hefur staðið yfir í dálítinn tíma en verktaki sem við höfum fengið til verksins að hann hefur ekki staðið við verkáætlun og nú höfum samið við nýjan verktaka sem er alltaf að klára verki núna fyrir áramótin. Og hérna sjáum við stöðuna á byggingunni eins og hún er í dag. Það er búið að grunnurinn er kominn og greindinn og búið að setja samloku einingarnar utan á. Þá eftir að steypa gólfið og síðan þetta er nokkur hundruð metrar frá ströndinni en við ströndina erum við síðan með þvottastöð fyrir fiskeldiskvíar. Nú í Álasundi þá er bygging skrifstofaðarstöðu fyrir Mörnótt Fishery langt komin og verklokin eru áætluð núna í lok júní. Og hérna er staðan eins og hún var í síðustu viku. Byggingin er nánast tilbúin að utan, það er byrjað að vinna inni, ganga frá skrifstofum og sameiginlegri aðstöðu og slíkt og þannig að þetta virðist allt saman vera á góðri áætlun. Nú á Nýja-Sjálandi þá er bætt við einni starfsstöð í Christchurch, eftir svo 3. sem er á Nýja-Sjálandi. Og Christchurch er á austurströnd Suðureyjarinnar. Og í Ástralíu þá höfum við sett upp lager í Cairns sem er á norðausturströnd Ástralíu og það er til þess að þjóna útgerðin sem er töluvert fyrir norðan á norðursvæði Ástralíu. Og hérna við kíkjum á kortið og sjáum við að hérna eru höfuðstöðvarnar í Nelson á Nýja-Sjálandi. Aðal netavegstæðið er hér í Timaru sem er hér fyrir sunnan og síðan er Christchurch hér mitt á milli. Og síðan er Cairns, hér er aðal staðsetning Campean Australia í Brisbane og síðan er hér í Cairns nýji lagerinn. Nú, ef við kíkjum síðan á lykiltölurnar í rekstrinum á fyrsta ársfjórðungi. Eftir það förum við síðan í ársreikningin. En rekstrartekjurnar á fjórðungnum voru 91.897.000 evrur en á sama tíma í fyrra 78.305.000 evrur. EBITDAn var 11.168.000 evrur á móti 8.303.000 í fyrra. Hagnaðurinn var 2.835.000 á móti 2.743.000 í fyrra og þarna spilar inn í gengismuninn sem að ég nefndi áðan. Við skoðum það betur á eftir. Heildareignirnar í lok mars voru 551.853.000 evrur
en áramótin voru eignirnar 509.487.000 evrur. Eiginfjárhlutfallið var 49,6% en var áramótin 53,6%. Birgðirnar voru 140.143.000 en áramótin 126.735.000 og þetta töluvert aukning og hún skýrist að nokkrum hlutum. Kemur náttúrulega Kohinoor kemur þarna inn í birgðirnar en á þessum tíma mikil framleiðsla í gangi sem afhendist gjarnan á öðrum ársfjórðungi sem yfirleitt okkar stærsti ársfjórðungur í sölu. Þannig að það safnast upp birgðir yfirleitt á þessu tímabili. Þetta svona sveifla sem við sjáum nokkuð taktvisa frá ári til árs. Handbært fé var 38.813.000 evrur en áramótin 41.429.000 evrur. Skuldirnar, net interest bearing debt, var 145.464.000 en var áramótin 137.212.000. Ef við skoðum síðan rekstrarreikningin og förum nánar í þessa tölur, þá sjáum við aftur söluna 91,9 á móti 78,3. Þetta breyting 13,6 milljónir evra eða hækkun 17%. Og hérna sjáum við súlurit sem sýnir ársfjórðungana allt frá byrjun 2023 og samsvarandi ársfjórðungar eru þarna í dekkri bláum lit. Og ef við skoðum þarna fyrsta ársfjórðung 2023, fyrstu súluna, þá var salan 73,6 milljónir. Í fyrsti ársfjórðungur 24, 78,3 milljónir og núna í ár 91,9 milljónir. Rekstrargjöldin urðu 80,7 milljónir, voru í fyrra 70 milljónir. Þannig að rekstrargjöldin að hækka 10,7 milljónir. EBITDAn hún fór í 11,2 milljónir eða 12,2% en var á ársfjórðungnum í fyrra 8,3 milljónir eða 10,6%. Þannig að EBITDAn að hækka 2,9 milljónir eða 35% á milli þessara ársfjórðunga. Og hérna sjáum við aftur súlurit sem sýnir EBITDuna og fyrsti ársfjórðungur 23 gaf 8,1 milljón, fyrsti ársfjórðungur 24 8,3 og núna í ár erum við í 11,2 milljónum. Afskriftir hækka aðeins á milli ára, fara í 4,1, voru 3,7, hækka halva milljón evra og rekstrarhagnaðurinn hann fer úr 4,6 milljónum í 7 milljónir, hækkar 2,4 eða sem samsvarar 52%. Síðan koma þarna línur sem draga niður afkomuna. Og þarna koma inn fjármannatekjur og fjármagnsgjöld sem núna 2,8 milljónir til gjalda en voru áður 2,1. Þannig að fjármagnsgjöldin að hækka þarna 600.000. En mest munar þarna gengismunin sem í ár 1 milljón evra á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, 1 milljón evra, en var á sama tímabili í fyrra 800.000 evrur og þarna sveifla á milli ára upp á 1,8 milljón evra. Og þetta helgast fyrst og fremst af lækkandi gengi dollars á móti norskri krónu. Það svona stærsti hlutin af þessari breytingu. Þannig að hagnaður fyrir skatta hann 3,3 milljónir evra sem það sama og var á síðasta ári.
En síðan þegar skattarnir koma inn, að þá verður hagnaðurinn 2,8 milljónir á móti 2,7 milljónum í fyrra, hækkun 100.000 evrur eða rétt 3%. Og hérna sjáum við súlurit sem að sýnir hagnaðinn eftir ársfjórðungum. 23 var hagnaðurinn 2,2, 24 2,7 og í ár 2,8. Og súlurnar sem eru hérna fjórði ársfjórðungur 23 og þriðji ársfjórðungur 24, þarna eru gengismunur að trufla aðeins uppgjörinn. Nú, ætlum að fara síðan í greiningu á EBITDA ásamt hagnaði og sjóðstreymi og Emil Viðar, fjármálastjóri, hann ætlar að taka við og skýra þetta allt saman nákvæmlega út. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, við byrjum á því að fara yfir EBITDA-brúna, sem sagt að leiða okkur úr EBITDA fyrsta fjórðungs 24 yfir í EBITDA fyrsta fjórðungs 25. Og þá þetta þeir liðir sem að breytast, við erum að draga þetta saman. Tekjurnar þar eru að hækka 13,6 milljónir. Framleiðslukostnaðurinn, hann einnig að hækka tæpa 9 milljónir og rekstrakostnaðurinn er að aukast 1,7 milljón, tæpa 1,8. Og þetta leiðir, þetta eru breytingarna sem leiða frá í 11,2 milljónir í EBITDA fyrsta ársfjórðungs. Og ef við förum í gegnum hagnaðarbrúna, þar sem við erum að fara úr hvað breytist á milli ársfjórðungana frá 24 til 25, að þá sjáum við að EBITan er 2,9 milljónum evra hærri á milli tímabilana. Afskriftir eru hærri sem nemur 461.000. Fjármagnsgjöldin eru einnig hærri sem nemur 566.000. Og síðan það þessi gengismunur sem breytist þarna á milli ára, var gengishagnaður í fyrra, gengistap núna. En áhrifin á hagnaðinn á milli þessar tímabili 1,8 milljón til lækkunar. Tekjuskatturinn 124.000 evrum lægri heldur en hann var 24 og hlutdeildarfélög að skila 43.000 evra lægra til okkar á þessum ársfjórðungi. Og þetta skýrir breytinguna úr 2,7 milljónum í 24 í 2,8 milljónir 25. Síðan sjáum við hérna sjóðstreymisbrú sem við erum búin að setja upp sem að fer þá þar sem við byrjum með handbarafé í ársbyrjun sem var 41,4 milljónir evra. Og hérna sjáum við það bætist við EBITDA upp á 11,2 milljónir evra. Rekstratengdar eignir og skuldir eru að skila jákvæðu sjóðstreymi upp á 3,6 milljónir á ársfjórðungnum. Vextir, skattar og innborgaðar arður með neikvætt sjóðsflæði upp á 5,2 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar á tímabilinu eru 4,4 milljónir evra og síðan erum við að greiða niður bankalán upp á tæpar 8 milljónir evra á tímabilinu. Það jákvæðu gengismunur handbærsfjár upp á 46.000 og síðan kemur inn með Kóinor þá koma inn 132.000 evrur í handbæru fé. Og þetta skýrir breytinguna á milli 41,4 milljónir í ársbyrjun og í 38,8 milljónir í lok mars. Ég ætla einnig að fara í gegnum efnahagsreikninginn og helstu breytingar þar. Breytingarnar eru svolítið litaðar af innkomu Kóinor í samstæðuna. En við sjáum að varanlegir rekstrarfjármunir eru þarna hækka 7,9 milljónir evra, fara úr 180,7 milljónum í ársbyrjun í 188,7 milljónir í lok mars. Skýringin á þessu liggur einkum í Kóinor en afskriftir og fjárfestingar voru svipuð tala á tímabilinu. Óefnislegar eignir eru að aukast þarna 19,4 milljónir og þetta einkum goodwillið út af kaupunum eða viðskiptavildin út af kaupunum á Kóinor. En það á eftir að framkvæma kaupverðsútdelingu. Við höfum 12 mánuði frá yfirtökudegi og til þess að framkvæma þarna
og þá gæti þetta breyst útdeilingin á viðskiptaöldinni. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum eru óbreyttir á milli ára. Fjárfestingaeignir eru að lækka 200.000 evrur og þetta einkum lækkun á gengi í hlutabréfum samstæðanar í síldarverslunni. Skuldabréf og langtímakröfur eru að aukast 500.000 á tímabilinu og tekjuskattsinnignin er að hækka 100.000. Þannig að fasta fjármunir eru að fara úr 274,7 milljónum í ársbyrjun í 302,5 milljónir í lok mars, aukning 27,8. Síðan sjáum við veltufjármunina. Hér sjáum við byrðirnar, það eru að hækka 13,4 milljónir, fara úr 126,7 milljónum í 140,1. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru að hækka 3,8 milljónir, fara úr 66,6 milljónum í 70,4 og handbært fé er að lækka 2,6 milljónir. Veltufjármunir eru að fara úr 234,8 milljónum í 249,3 milljónir, eða aukning 14,6 milljónir. Eins og Hjörtur kom inn á áðan, þá er skýringin á hækkun á byrðum, það er einhvern tvær skýringar. Það er Kóinor kemur inn í samstæðana og með Kóinor koma rúmlega 4 milljónir eða 4 milljónir evra af byrðum. En síðan er þessi árstíða sveifla í rekstrinum, þar sem að við erum í töluverðri framleiðslu á fyrsta ársfjórðungi sem skilar síðan í sölu á öðrum ársfjórðungi. Heildareignir samstæðan er að fara úr 509,5 milljón evra í 551,9, aukning 42,4 milljónir evra. Ef við förum svo í skuldirnar, þá sjáum við að langtímaskuldirnar er að aukast 4 milljónir, fara úr 127,6 milljónum í 131,6. Skýringin hér er tilkoma Kóinor inn í samstæðana. Vaxtabrandi skuldir í Kóinor nema 10 milljónum evra og skiptast í skammtíma og langtíma skuldir. Tekjuskattsskuldbindingin er að aukast 100.000 evrur, fer úr 7,9 í 8 milljónir og langtíma skuldir er að aukast 4,1 milljón, voru 135,5 milljónir í ársbyrjun, eru 139,6 í lok mars. Síðan eru það skammtímaskuldir og þar sjáum við töluverðar breytingar. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir nema 83,5 milljónum í lok mars og voru 46,7 í ársbyrjun, breytingum 36,8 milljónir. Stærstu skýringarnar hérna eru ógreitt kaupverð á Kóinor. Það er 22 milljónir evra sem er þar. Ógreiddur arður sem er færður inn á tímabilinu en kemur til greiðslu núna í byrjun júní. Hann með 4,9 milljónum og síðan er breyting á viðskiptaskuldum sem tengist á hærri birgðastöðu. Ógreiddir skattar eru að lækka 900.000 evrur, fara úr 3 milljónum í ársbyrjun í 2,1 milljón og skammtímaskuldir við lánastofnanir eru að aukast 1,6 milljón, fara úr 51 milljón í 52,7 milljónir. Skammtímaskuldir eru að aukast 37,6 milljónir á tímabilinu, fara úr 100,8 í 138,3 milljónir. Eigið féð í ársbyrjun var 273 milljónir og 200.000 en er í lok tímabilsins 273,9, aukning 700.000 og eigið fé og skuldir aukast 42,4 milljónir, voru 509,5 í ársbyrjun en eru 551,9 í lok tímabilsins. Og það var það horfurnar, Justur. Já, aðeins að líta yfir horfurnar fyrir komandi mánuði og það er fyrst að nefna að verkefnisstaðan er að jafnaði ágætt hjá félögum innan samstæðan sem að sinna veiðarfærum. Við munum þó búast við samdrætti í sölu á veiðarfærum í Noregi á næstum misserum vegna kvótaskerðingar í Barentshafi og gæti sá samdráttur numið 4 til 6 milljónum evra á árinu í Norður Noregi.
og þetta er óbreytt, nánast óbreytt frá því að við kynntum þetta síðast. Þá nefndi ég 4 til 8 milljónir en það er vantilega raunhæfara að tala um 4 til 6 eins og þetta lítur út í dag. Nú einnig getum búast við að sala veiðarfærum í Bandaríkjum verið dræm næstu mánuðina en á síðustu vikum þá við samt séð þarna aukningu í veiðarfærapöntunum. Þannig að það er mjög jákvætt. Tollar Trump sem eru mikið til umræðu, að við búumst ekki við að þeir hafi mikil áhrif á starfsemi fyrirtækja hampiðunar í Bandaríkjunum. Við erum með 2 fyrirtæki í Seattle, en vissulega eru þeir ekki til bóta. Og síðan er rétt að nefna það við önnur fyrirtæki í samstæðinu, þau kaupa ekki vörur frá Bandaríkjunum til að nota í rekstri sínum. Þannig að það komi ekki neinn tollaáhrif fram þar. Hins vegar gæti Trump aðgerðir hans og tollanstefna gætu hjálpa okkur með því að minnka áhrif innflutnings á rússafiski sem er unnin í Kína og sem er seldur til Bandaríkjanna og truflað fiskvinnslur í Alaska. Nú ólíkt stöðun á sama tíma fyrir ári síðan, þá er verkefnastaðan virkilega góð í framleiðslu á nýjum fiskeldiskvíum og afkastagetan er full bókuð fram á haustið. Orkuverð í Litáen, rafmagn og gas, er í jafnvægi og hefur verið stöðugt undanfarið og við höfum gert framvirka samninga til sumarsins 2026. Og hráefnisverð eru stöðug og framboðið er gott. Og aukin framleiðsla á veiðarfæraefni í hampiðan Baltic í Litáen fyrir okkar eigin fyrirtæki heldur áfram að aukast í kjölfar kaupmanna á Mörnóti í Noregi og það mun skilja eftir aukna framlegð innan samstæðunar. Og það má segja Indland og kaupin á Kohinoor, aukin starfsemi á Indlandi samhliða minni frelsisstarfsemi í Evrópu er þegar farin að hafa jákvæð áhrif og þessi áhrif koma bara til með aukast jafnt og þétt næstu mánuði og ár. Og þetta var það sem við höfum að segja horfurnar og nú er spurning hvort það sé einhverja spurningar frá ykkur hér í salnum eða hvort það hafa komið inn spurningar í tölvupósti og það er þetta að senda inn eins og sést á skjánum spurningar á fjárfestatengsl@hampiðan.is. Einhverja spurningar hérna á salnum? Einhverja spurningar hér? Einhverja komið inn á tölvupóstinn? Ekkert komið eins og er, nei. Þannig að yfirleitt þá koma nú spurningar meðan á kynningunni stendur, þannig að ég veit ekki hvort við eigum von á einhverjum spurningum í tölvupósti. Við gefa þessu nokkra sekúndur. Ekki? Það kemur ekkert, þannig að við bara látum þetta þá gott heita og þökkum fyrir okkur. Takk hérlega fyrir.